fulltrúa Framsóknar og flugvallarvina gjaldfrjáls námsgögn í grunnskólum. Það tekur borgarfulltrúi Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir fyrst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, ég mæli fyrir tillögu Framsóknar og flugvallarvina á mannréttindadegi Reykjavíkurborgar að Reykjavíkurborg veiti öllum börnum í grunnskólum Reykjavíkur nauðsynleg námsgögn gjaldfrjálst frá og með næsta hausti. Eins og kunnugt styðja gjaldfrjáls námsgögn við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur hefur verið hér á landi. En samkvæmt honum eiga öll börn rétt á grunnmenntun án endurgjalds og það má ekki mismuna börnum sökum stöðu þeirra eða foreldra þeirra, svo sem vegna efnahags. Gjaldfrjáls námsgögn liður í því að vinna gegn mismunun barna og styður það að öll börn njóti jafnræðis í námi. Eins og við öll þekkjum að þá hafa Barnaheill frá árinu 2015 vakið athygli á kostnaði foreldra vegna innkaupa á námsgögnum grunnskólabarna. Samtökin telja að slíkur kostnaður sé töluverður baggi á barnafjölskyldum en jafnframt síðan í ósamræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og í tilkynningu frá samtökunum nýlega segir, með leyfi forseta, sáttmálinn var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 2013 og gildi því sem lög hér á landi. Í 28. grein hans börnum tryggð gjaldfrjáls grunnmenntun og kostnaðarþátttaka foreldra því í raun ólögleg. Þess vegna óásættanlegt að innkaupalistar skuli enn vera við lýði í flestum grunnskólum landsins. Tilvitnun lýkur. Barnaheill hafa skorað á yfirvöld að vinna að þessum breytingum eins fljótt og auðið svo innkaupalistar verði ekki sendir út fyrir næsta skólaár. Og við þekkjum það að grunnskólinn á Ísafirði hefur fylgt þessu síðustu 2 námsvetur og nýlega var þetta samþykkt í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það mikilvægt að þessir innkaupalistar heyri sögunni til og skólinn sjá að útvega öll námsgögnin. Með því komið í veg fyrir mismunun barna, samanburð á milli barna, auk þess sem að það stuðlar að betri nýtingu og minni sóun sem nú aldeilis umhverfisvænt. Og hver kannast ekki við það sem foreldri að hafa keypt of mikið magn á gögnum eða of lítið magn á gögnum eða keypt eitthvað sem ekki í samræmi við það sem allir hinir með eða keypt eitthvað annað heldur en það sem átti að kaupa eða gleymt einhverju sem átti að kaupa. Með þessu meiri möguleiki að kennararnir getur betur stýrt því að ekki sé verið að kaupa of mikið magn, það ekki verið að kaupa röng námsgögn og svo framvegis og líka það hægt að nota gögnin á milli ára og deila á milli nemenda. Sú leið sem að tíðkast í sumum skólum og foreldrar greiði skólanum ákveðna upphæð fyrir námsgögn samræmist ekki barnasáttmálanum. Skóla- og frístundasvið hefur áætlað að kostnaður vegna námsgagna fyrsta árið sé einhvers staðar í kringum 100 milljónir króna vegna starfskostnaðar en verði síðan 60 milljónir árið þar og eftir meðan við núgildandi námskrá og verðlag. Við búum svo vel í Framsóknar og flugvallarvinum að einn í okkar röðum fór í gegnum þessa innkaupalista hjá grunnskólunum og tók einn til viðmiðunar og kannaði smásöluverð og miðað við fjölda barna í Reykjavík að miðað við smásölu væri þetta, ef allt saman keypt á öllum þessum listum, væri þetta í kringum 145 milljónir en með 30% afslætti væri þetta þá 100 milljónir og slík magninnkaup eins og Reykjavíkurborg myndi þá gera þetta veittur afsláttur af, þannig að það má alveg gera ráð fyrir því að þessi tala sem að skóla- og frístundasvið hefur reiknað og svona áætlað að hún sé rétt. Þannig að það í rauninni að ef við ætlum að vísa þessari tillögu til gerð fjárhagsáætlunar á næsta ári þá kemur hún ekki til framkvæmda nú í haust og því teljum við mikilvægt að ef það ætlunin að vísa þessu núna til fjárhagsáætlunargerðar að við tryggjum það að það verði veitt auka fjárveiting þannig að það verði hægt
að koma þessu á núna í haust. Þessi kostnaðurinn liggur svona cirka fyrir að þetta séu 100 milljónir fyrsta árið. Þá ætti nú ekki að vera flókið og taka langa tíma að fá það endanlega úr því skorið að finna út úr þessu. Eins og ég benti á hér í upphafi að þá styður þetta Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við höfum samþykkt. Það komin áskorun frá Barnaheill og við, Reykjavíkurborg, við eigum auðvitað að sýna gott fordæmi og koma þessu í gagnið strax í haust. Gjaldfrjáls námsgögn stuðla að jafnræði á milli nemenda og koma í veg fyrir mismunun og sóun. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason, næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, hér gott mál á ferðinni, tillaga gjaldfrjáls námsgögn og ég held að hugsunin og stefnan í málinu sé góð og geti stutt hana. Þetta hefur oft verið í umræðan á liðnum árum og margir hafa vísað í bæði Barnasáttmálann eins og frumvarandi gerði og sömuleiðis grunnskólalögin þar sem að svona grunnhugsunin svo að grunnskóli sé gjaldfrjáls. Það hins vegar ekki þannig eins og stundum haldið fram í umræðinni að hér sé einhvers konar lögbrot að ræða því að það í grunnskólalögunum í 31. greininni heimild til sveitarfélaganna að haga málum með þeim hætti sem flestir hafa gert, þar að segja að útvega ekki nemendum gögn til persónulegra nota. Með leyfi forseta þá ákvæðið svona orðrétt, þó opinberum aðilum ekki skylt að leggja nemendum til gögn til persónulegra nota svo sem ritföng og pappír. Þannig að það ljóst að ef menn ætla að breyta þessu þá þarf að breyta lögunum nú eða þá að fara þá leið sem tvö sveitarfélög hafa farið sem bara að taka þetta á sig, taka þetta á bakið og bera þennan kostnað. Það vill svo vel til að það komið fram í þinginu frumvarp sem að 4 þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa lagt fram, einn úr Vinstri grænum, einn úr Samfylkingu, einn úr Pírötum og einn úr Framsóknarflokki. Og það allrar athyglivert, þetta mjög einfalt að efni þetta frumvarp en skýrt, þar einfaldlega lagt til að þetta ákvæði að opinberum aðilum sé ekki skylt að leggja nemendum til námsgögn til persónulegra nota verði fellt niður og gjaldfrelsið verði þar af leiðandi fyrirvaralaust ef svo má segja. Jafnframt lagt til í frumvarpinu að ríkið fjármagni þessa aðgerð með nýju fjármagni sem komi inn í jöfnunarsjóð og verði þaðan deilt út í sveitarfélagana. Og ég held að þarna hafi menn hitt naglann á höfuðið. Það bæði eðlilegast og sanngjarnast ef við erum að horfa á nemendur á Íslandi að ríkið komið þarna inn með nýtt fjármagn. Það auðvitað eina leiðin til þess að allir nemendur í landinu sitji við sama borð. Þannig að það sé ekki háð vilja eða fjárhagslegu bolmagni einstakra sveitarfélaga hvort nemendur og foreldrar þeirra fá ókeypis námsgögn eða ekki. Hver kostnaðurinn? Það hafa ýmsar tölur verið á lofti. Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur tekið saman kostnaðinn, svona ákveðna nálgun á kostnaðinn fyrir foreldra og hann breytilegur. Það þeirra niðurstaða að hann geti verið allt frá því að vera örfá nokkur 100 krónur, 400 krónur ef maður það rétt og upp í 20.000 rúmlega, 22.000 fyrir hvert barn. Meðalkostnaðurinn liggur á bilinu 7.000 til 8.000 fyrir hvern nemanda. Þannig að heildarkostnaðurinn fyrir sveitarfélögin öll í landinu gæti losað 300 milljónir, 320 milljónir ef við miðum við þennan meðalkostnað. Og flutningsmenn frumvarpsins ganga út frá því að það væri hægt að ná þeirri tölu niður í 300 milljónir, hugsanlega enn neðar, með því að beita örútboðum og hagkvæmum innkaupum. Og ég held að það sé ekki fjarri lagi. Ég held að það sé klárt að borgin hefði klárlega þá möguleika að beita hagkvæmum innkaupum til þess að ná þessum kostnaði niður. Forseti ágæta borgarfulltrúa, nú þarf auðvitað að hafa alla fyrirvara á því að þó að fram sé komið frumvarp, þá langur vegur frá því að það hafi verið samþykkt sem lög frá Alþingi. Frumvarpið var lagt fram í mars, það hefur ekki verið mælt fyrir því. Engar líkur á því að það nái fram að ganga á þessu þingi sem að klárast á næstu 2 vikum ef ég þekki það rétt. En ég held þó að við getum gert okkur vonir það að svona frumvarp eigi að hafa möguleika á því að ná í gegn. Það kallar vissulega á stuðning ríkisstjórnarflokkanna en ákallið býsna sterkt, kemur frá barnaheillum, kemur frá foreldrum og ég held að þessi nálgun að
að reyna að nálgast málið út frá jafnræði allra nemenda í landinu og hún sé rétt. Nú, það er eitt sem að frumvarpið tekur ekki á eða þingmennin, og það er hvernig fjármagninu yrði deilt út, og vissulega er það svona jarðsprengjusvæði. Við eigum mörg sorgleg dæmi það á undanförnum misserum að jafnvel þó að komið hafi nýtt fjármagn frá ríkinu þá hefur ekki tekist að ljúka málum með farsælum hætti, þannig að sveitarfélögin hafi getað komið sér saman hvernig fjármagninu yrði síðan deilt út til þeirra innbyrðis. Nefni sem dæmi þetta mál sem tengdist séreignarsparnaðinum og skattfrelsi lífeyrissparnaðar. Það mál er ennþá fast eftir mörg ár og þrátt fyrir að fyrirheit fyrirverandi fjármálaráðherra hafi legið fyrir fjármagnið. En ég myndi telja, svo ég segi mína skoðun, að það væri sanngjarnast og eðlilegast að miða einfaldlega við nemendafjölda, þannig að sveitarfélög fengju útdeilt fjármagni í samræmi við fjölda nemenda í sveitarfélaginu. Það myndi gefa okkur að Reykjavík, sem er með tæplega þriðjung grunnskólanemenda í landinu, fengi þá sirka þriðjung af fjármagninu. En svo mætti alveg rökstyðja það að sanngjarnt væri að fámennari sveitarfélög sem hafa færri tækifæri til þess að nýta sér hagkvæmni stærðarinnar fengju hlutfallslega meira á kostnað hinna fjölmennari. Og svo má líka nefna í lokin, og mér finnst það eðlilegt að það sé sagt, að auðvitað er eðlilegt að við nýtum það sem til er inn á heimilum landsmanna. Það er á minnsta kosti öðru hverju heimilu og líklega langflestum reiknivélar og dýrari búnaður sem að kalla er eftir á þessum innkaupalistum að börnin okkar hafi, og þarf að eyða dýrmætu fjármagni í að möblera allt upp á nýtt, ef svo má segja. Vinnum gegn sóun og nýtum það sem til er. Nú, en ég vil bara að lokum segja að þetta er mál sem að verðskuldar, að við skoðum það vel með opnum huga. Það væri eðlilegt að fara að ganga eftir því hver er vilji ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Er hún tilbúin til þess að stíga einhver skref, til dæmis í anda þess frumvarps sem að fram er komið, og framhald málsins myndi þá kannski svolítið ráðast af viðbrögðum stjórnvalda við erindinu. En okkar vilji er jákvæður til þess að rýna þetta vel, og ég legg til að við vísum málinu til fjárhagsáætlunargerðar og tryggjum að það fái vandaða meðferð. Það er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Þá eru einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans, og það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, eins og borgarfulltrúin Skúli Helgason kom inn á, að þá liggur fyrir frumvarp það að þetta verði raun lagaskylda og ríkið eigi að sjá að greiða þennan kostnað. Málið er hins vegar það að það er stutt eftir á þinginu og alls óvíst að þetta frumvarp verði samþykkt á þessu þingi, og þar af leiðandi verður það ekki komið til framkvæmda í haust. Auðvitað er gott ef hægt er að nýta það sem til er á heimilunum, það er auðvitað sjálfsagt, en með því að vísa þessu til fjárhagsáætlunargerðar að þá erum við auðvitað ekki að fara að samþykkja þetta núna fyrir þá næsta haust, þegar að skólinn hefst aftur, og það er auðvitað, þá drögum við þetta að minnstakosti í 1 ár ef að það skyldi fara svo að þetta frumvarp yrði samþykkt á Alþingi og þetta yrði að lögum. Þá missum við heilt ár út. Þannig að það er eðlilegt að við, til þess að gæta jafnræðis á meðal barna í borginni, að við stígum þetta skref, nákvæmlega eins og bæjarstjórn Reykjanesbæjar gerði núna fyrir stuttu síðan. Þannig að ég vona að borgarfulltrúar, meiri og minnihluta, samþykki þessa tillögu og verði ekki með frestunaráráttu í þessu mikilvæga máli. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Þá svarar borgarfulltrúi Skúli Helgason andsvari. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég held að það sé klárlega besta lausnin á málinu að við fáum úr því skorið hvort að ríkið er tilbúið að hreyfa sig það. Við erum með frumvarp fyrir þinginu, það er skíteinfalt að drífa það í gegn. Ef að það næst ekki á næstu 2 vikum í þinginu
að þá hægt að taka upp viðræður við þá ráðherra sem hafa með málið að gera og fá alveg á hreint hvort að það ekki vilji hjá ríkinu til þess að stíga þarna inn. Þetta ekki stóri peningar í heildarsamhenginu. Smotteri fyrir ríkið að slaka þessu fram, 300 milljónir, sem líklega hámarkstala. Og það þá ekki fyrir en að sú niðurstaða liggur fyrir. Það á ekki að þurfa að taka langan tíma að fá botn í það, sem að við getum þá tekið boltan og sagt að það liggur þá fyrir að ríkið ætlar ekki að hreyfa sig og þá væri rétt að borgin stígi. En fyrir Ísland það vond niðurstaða að það sé sjálfdæmi einstaklega sveitarfélag og þá verður það bara þannig að það verða burðugustu sveitarfélögin sem að munu taka þetta á sig. Nemendur í þeim sveitarfélögum sem að hafa minna umleikis munu þá bera skarðan hlut frá borði og ég veit ekki hvernig menn ætla að réttlæta það út frá barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það var borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að svara ansvari, þá telst andsvörin lokið, þá ekki fleiri hvatt sér hljóð undir þessum dagskrárlið og beri upp þá tillögu að vísa tillögu þessari til gerð fjárhagsáætlunar þegar borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Dagur, hvað má bjóða þér að gera? Samþykkja, alveg viss. Það telst samþykkt. Nú rigna hér inn bókana hugmyndir og áskila flokkar sér rétt til þess. Takk fyrir góða ferð fyrir þessu umræðu. Við göngum til dagskrár og við tökum út forseti boðar það hér með að fresta umræðu stöðu og kjör barnafjölskyldur Reykjavík. Hvernig leggst það í hópinn? Vel. Þessi samþykkja það gefur merki. Þessari umræðu frestað. Við þurfum í 7. lið, við þurfum að leggja fram fundargerð borgarráðs frá því 14. maí, fundargerð borgarráðs frá því 11. maí, við þurfum að, hvað? 5. lið, vá, það umræðu styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar. Þá tekur